og það segir okkur hvað hættulegt fyrir lýðræðið, þetta ofstækisfulla fólk sem að haga sér svona ekki bara í ræð og riti heldur auðvitað núna með ofbeldi og undanförnu. Það auðvitað hættumerki í okkar lýðræði þegar að forsætisráðherrann okkar þarf að labba hérna með í lögreglufylgd. Mannúðar vingillinn eða þú veist. Það bara, fólk bara komið nóg að þessu. Og auðvitað upprætingu feðraveldisins hér heima fyrir, en mikinn stuðning við feðraveldi í fjarlægari heimshlutum. Og þetta er bara einhver mannvonska og skortur og samkennd sem að ég bara get ekki skilið. Þetta einmitt fólk sem að talar af einurð gegn ofbeldi gagnvart konum og af einurð fyrir því að mannréttindi séu algild, en svo eru þau tilbúin til að gefa afslátt af því þegar það kemur að einhverjum ákveðnum menningarheimum eða landsvæðum. Ömurlegt að fylgjast með því að svokallaðar baráttukonur fyrir réttindi kvenna geti ekki sýnt kynsysturum sínum samstöðu þegar kemur að svona hræðilegu ofbeldi. Ég bara ekki sammála ef við höfum eitthvað glemt okkur við stjórn landsmála. Ég bara stend föst á því að okkur hefur tekist og það hefur auðvitað verið mjög flókið í þessu samstarfi og við höfum þurft að gefa eftir ýmsa hluti sem við vildum að við hefum ekki þurft að gefa eftir, meðal annars mannréttindastofnun. Þannig að en árangurinn okkar hefur verið mjög áþreifanlegur og við erum á betri stað núna heldur en þegar við hófum þetta samstarf. Við höfum náð fram gríðarlega mikilvægum breytingum. Það sem við höfum glemt að segja frá þessu erindi okkar. Við höfum glemt, það það sem hefur glemst. Við höfum glemt að kynna þetta erindi okkar. Það ekki sjálfstæðastefnan hún á jafn mikið erindi í íslensku samfélagi eins og hún hefur átt undanfarna áratugi og mun hafa jafn mikil áhrif á þróun í samfélags vonandi til eins betra til litið til framtíðar. En hún gerir það ekki ef við erum bara hvert í sínu horni að vinna og skrifa og hugsa okkar mál, alltaf að klífa þessu að efnahagsmál séu stærsta velferðarmáli, aldrei að mæta fólki að ræða það sem að það vil tala Það það sem við höfum klikkað á og það alveg, það þetta hrósa allir með einum flokki umfram aðra fyrir rosalega góða ímyndabaráttu og svona kynningu á sínum málum og það eru Píratar, algjör smáflokkur sem eru auðvitað gerir góðar manneskjur. Já, gott að þú segir það. Nei, já, bara þetta bara duglegt fólk og öflugt að kynna sín sjónarmið og hafa lítið frá að segja nema bara vonda feilskráðu til Reykjavíkurborg. En allir viljast alltaf vita hvað þau eru að gera. Þau eru svo duglega að kynna sig, duglega að segja frá því. Hvernig stemmingin á milli ykkar, því að mér sýnist, þú og Ardís eru ekkert óvinkonur, en þið eru alveg á sikkurum pólnum. Já. Í öllum málum. Já, Hvernig stemmingin á þinginu, sérstaklega með þetta, hvað þetta var það, svona sjálfstæðismenn og Píratar? Bjarni Ben, hann sagði við mig einhvern tíma, ég var að spurja með hvernig myndir að fara í bjór, hann að leikurinn sem ég fyrst í og ég sagði man ekki Björn Leví og eitthvað annan. Hann sagði við mig, þá var hann að vinna með manninu, ég veit ekki hversu mörg ár, bara ég hef aldrei talað við hann. Nei. Þeir hafa játað til einhverjum hvort það var í kryddsíld eða eitthvað, bara hafa aldrei talað saman en það kannski öðru sem verið Bjarni, hann ráðherra, búin að vera ráðherra svo lengi. Á hverju þetta öðruvís að vera ráðherra? Af því að þú ert ekki að vinna með þessu fólki í nefndum, þú kemst ekki hjá því að tala við kollega þína og skárra væri það nú að myndast einhver vinasambund. Ég hef nú bara verið 60 manna vinnustöð, vera mörg ára að vinna saman. Já. Og hafa aldrei rætt saman. Björn og Bjarni hafa væntanlega aldrei unnið saman nema bara sem ráðherra og þingmaður. Nú man ég ekki hvenær. Nei, þeir vinnir sama húsi, Já, þeir eru alltaf að rífast í pontu. Já, en þeir eru náttúrulega rosalega lítið að mingla þess á milli. Stemmingin heilt yfir hjá okkur þingmönnum og ég hef nú sagt frá þessu líka áður að þetta nú það sem að kom mér einna skemmtilega mest og óvart þegar ég byrjaði að vera þingmaður. Af því að Gulli hafði sagt mér að stemmingin milli þingmanna hefði súrnað svo mikið í hruninu. Og hún hefði gjörbreyst og það hefði verið svo fínn vinskapur á milli fólks og það hefði súrnað svo svakalega og það hefði aldrei almennilega tekið við sér aftur. Þess vegna þótti mér svo væntu að þegar ég byrjaði að vinna að finna hvað var góður andi á vinnustanum. Og það það heilt yfir hjá langflestum í þessu húsi. Þá það þannig að við rífumst í þingsal og verum með gestalæti þar eða opnum fundum og nefndasviði, en svo eru við bara fínir vinir og kollegar. Enda gengur vinnan okkar auðvitað út af það að nálgast hvort annað, að mætast einhvers staðar á miðri leið, reyna að skilja hvort annað. Og þannig ég líka bara alin upp, Ég bara alin upp, þó ég sé alin upp á miklu hægri heimili, að maður eigi að hlusta á fólk. Og ekki það nú ekki síst, mamma mín sem hefur brýnt þetta fyrir mér, að maður eigi að hlusta á fólk og reyna að skilja hvaðan það kemur. Þannig að ég hef bara
og ég man að Gulli sagði einhvern tíma við mig því við erum búin að vera vinir í fjölmörg ár það væri svo gaman að horfa á vinahópinn minn hann spannaði svo svona breytt litróf í pólitík ég hafði bara aldrei velt því fyrir mér sko ég vel mér bara ekki vini eftir stjórnmálaskonum Nei, já, mjög marga, sko, flesti vinir mínir voru sérstaklega vinstri menn, sko og ég alveg svona hlutu til líka en þeir voru alveg svona harðir og svona næstu í woke Já Áttu mikið að woke vinnum? Ég var ekkert rosalega mikið á vókvinnum, ég var að viðurkenna það. En flestir, ég held að ég sjálf þannig, ég svo hrein og bein og svo erfitt með að leina því hvernig mér líður eða hvað mér finnst, sko, sem getur verið gott og getur verið slæmt. En það gerir það verkum að ég mátast best með fólki sem að minnstakosti segir hugsin, sko. Er ekki alltaf að reyna að dansa eftir einhverju línu sem að er verið að gefa hverju sinni. Nei, ég meina enda, þú veist, þegar á reynir, ég meina, það er ekkert hægt að vera í rosalega skemmtilegu vinasambandi með einhverjum réttrúna riddara sko. Hugsaði líka bara ef að fólk væri á Twitter eins og væri í raunveruleikanum eins og var á Twitter fyrir svona 4 árum þetta væri alveg það, ég held að sé ekki hægt að halda þenni vinasambandi sko. Nei, það sem ég hef smá ágjör af þegar ég sé svona því ég er nú ekki viljandi, ekki á Twitter ég held að bara þá þurfti ég bara einhvern veginn að fara að veifa hvítum fána og bara leggja upp í rúm sko því að ég hefði aldrei einhvern veginn orkuna og tíman og geðslægi að vera að svara þessu öllu en ég velti fyrir mig þegar ég sé svona úrhelli af skömmum og einhvern veginn yfirlæti sem fullum athugasemdum og vandlætingu að hvað hlýtur að vera hvað veðri hlýtur að vera gott að uppi sko þú veist, hvernig er að lifa svona ég reyni að ég geti verið ótrúlega dómhörð og fljóta á mér að einhvern veginn taka til máls og hafa skoðanir en ég reyni nú samt svolítið að setja á mér að því að þú veist aldrei hvernig þú verður síðan hinum með við borðið sko þú ert bara í þessu ég skrifa nú, ég var beðin um að skrifa pistil í heimildinum daginn hvað ég hef lært svona, ég veit ekki hvort þú lesið þessu röð mjög skemmtileg svona ritröð sem ég hjá svona þar sem fólk skrifar eitthvað svona alls konar sem það hefur lært og ég var að skrifa það þegar að ég lærði á lögmannsstofunni sem ég var að vinna á en ég var aðstofamaður utanríkisráðherra þá var ég á lögmannsstofunni lögmáli og þar lærði ég að skrifa svo kallar skúffubréf og það er þannig að lögmanna hlutverki og starfi getur verið svolítið átakamikið, það getur verið mjög persónlegt og getur lent í alls konar aðstæðum og deilum og ég kom einhvern veginn alveg sódíll upp í vinnu alveg rauði framann og bara brjálu út í einhvern lögmann sem ég hafði lent í svona svolítið samstöðu við á fundi og ég vildi fara að skrifa honum eitthvað svona harðátt bréf og þá sagði Lúðvík yfirmaður minn við mig Diljá, skrifaðu bréfið, prenta út og setja í skúffuna taktu þessi upp á morgun og ef þið líður alveg eins þá skuldu bara senda og ég er búin að hef haft þetta svolítið fyrir reglu kemur fyrir reyndar ég tek svona reiði símtöl á henni, þú veist, maður getur ekki alveg maður er ekki að taka voice message sko kannski klára sig af og síðan hugsa málið en ég held að þetta sé ágætisregla að vera ekki, þú veist, að bauna í allar áttir að segja fólki hvernig það á að haga sér og hvernig það á að vera og þurfa síðan að lifa eftir því sjálfur þú veist aldrei á Íslandi þú veist, með hvernig þú festist í lyftu sko setna mér Nei. Þú veist, þú ert alltaf að hitta sama fólki aftur og svo ótrúlega ég er alltaf að lendi í því reglulega þú veist, ég er einhver staðar, spjall einhver staðar kannski hitta mag einhvers í fyrsta skipti og það dettur kannski út úr fólki vá, ég held þú væri algjör fáviti þú er bara ágætt manneskja vá, þú er bara skemmtileg Já, þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt viðhorf þú veist, hvernig er þetta fólk alveg upp? Ég geng út frá því að fólk sé ekki fávitar Segjur það strax í kjölfari, hvernig ert þú alveg upp? Nei, ég reynir bara að hlæja þessu Mér þetta bara svo fyndi fyrstilega að segja þetta fólk auðvitað gang út frá því að eitthvað sem á einhverju glimpsu sem sérðum fólk einhverju ummæli eða hvernig sem það er sko þú veist, maður bara gerir ráð fyrir kannski fólk sem er stjórnmálum það sé hart í horn að taka og geti verið ákveðið og kannski talið svolítið svona þú veist, svona hvað segir maður fyrirsagnastíl en þú ert kannski ekki að dæma karakterin hans út frá því sko Nei, þetta er líka bara svo skrítið viðhorf sko ég hugsa oft þetta og ég áalveg einhverja svona réttrúnaðar vini sem er einmitt með alla svona fánana í banner og einhverja fleira þvíumlíkt en ég hef aftur á móti náða að mynda ágætist tengsl sko með því að segja bara við þau ok, sko ég kynni mig hlutina og svo móta ég með einhverja skoðun og ég kosaði á milli þess að ljúga þér til þess að friðþægja þínar tilfinningar eða þá ég segir og ég veit ekki hvort þú mun bera meiri virðingu fyrir og það ég held að sko þetta sé afstæða sem að ég held að sé til framdráttar út af því að ég
myndirðu vilja eiga vini sem var að ljúga að þér og ég veit sko alveg, þú veist, ég fæ fólk hingað og ég er að spjalla við og svo slökkt á kamerunum og svo slökkt á mækunum og þá segir fólk, ég að segja það sko, þetta svo galið, þetta í gangi og þetta svona skoðanir sem fara kannski á svig við svona hérna réttu skoðun og svona tíðarandan. Ég meina maður upplifði þetta ótrúlega mikið í MeToo, maður upplifði þetta ótrúlega mikið í COVID, maður upplifði þetta ótrúlega mikið þegar var hérna Black Lives Matter sem einhvern veginn yfirfærist yfir á íslensk stjórnmál og okkur fleira þvíumlíkt. Fólk var með alls konar skoðanir þetta, skilur við, á mismikinn hérna, svona mismikinn jaðar og fleira þvíumlíkt. En það var alls konar fólk sem vinstramenn í efnahagslegri pólitík sem voru að hafa stórkostar áhyggjur af útlendingamálum og fleira þvíumlíkt. En það einhvern veginn var komin í þá stöðu sko að bara kláraði viðtalið og svo bara, ég ætla sko að segja nú ætla ég að segja raunverulega sko og ég hugsaði bara alltaf, vá, ég gæti ekki ég kemst ekki í þetta, ég bara einhvern veginn, ég þarf að vera bara eins og ég út af því að það er eitthvað svo skrítið viðþorf að vera með einhverja svona allt aðra skoðanir í alvörunni frekar heldur en bara koma með raunveruleika og mér finnst það líka sko, en svo yfirfærum þetta stjórnmálin, en ég veit alveg að fullt af stjórnmálum með stjórnarandstöðu sem allt annari skoðun heldur en þau kannski að færa fram. Já. Og ég meina það var bara einn stjórnmálamaður sem sagði mig um daginn bara, já ég veit alveg að þetta rétt hjá þér sko, en ég þarf bara að halda í þetta til þess að halda í minn basa. Já, ég get ímyndað mér að það sé mjög erfitt að lifa þar lífi. Auðvitað þekki ég það vel að þurfa að vera á línu sko. Það er auðvitað líka þannig þegar maður í meirihluta. Þú þarft að verja ákveðna línu að standa þétt með hópnum og svo framvegis. Það er auðvitað eitt. En að vera alltaf að reyna að mynda sér skoðanir eftir því hvernig vindarnir blása, það hlýtur að vera alveg svakalega erfitt og segir mann líka það hvað það er hættulegt lýðræðinu því að frjáls skoðanskipti og það að fólk raunverulega tjái hugsin og ræði út hlutina og komist það síðan að einhver ákveðin niðurstöðu, það er algjör grundvallar forsenda fyrir lýðræðinu og það segir okkur hvað það er hættulegt fyrir lýðræðið, þetta ofstækisfulla fólk sem að haga sér svona ekki bara í ræð og riti heldur auðvitað núna með ofbeldi og undanförnu. Það auðvitað hættumerki í okkar lýðræði þegar að forsætisráðherrann okkar þarf að labba hérna í lögreglufylgd. Það er bara hættumerki og það ég ætla ekki að segja handfyllir, en næstu því bara handfyllir af fólki sem að bera ábyrgð á þessu. Og þá draga þetta fólk bara til ábyrgðar. Við eigum bara öll að láta það í ljós og gefa skýr skilaboð það að þetta verði ekki liðið í íslensku samfélagi. Að við munum ekki leyfa einhverjum fámennum ofstækishópi sem sýnilega ekki miklu jafnvægi að hafa svona mikil áhrif á okkur og gjörbreyta íslensku samfélagi. Því það auðvitað gjörbreyting á íslensku samfélagi þegar þú þarft orðið að girða ráðamenn af. Þegar þú þarft orðið að vera með lögreglu í eftirdrægi allan sólhringinn. Þetta er gjörbreyting. Það hefur verið svo skemmtilegt að fylgjast með því þegar við vinnum við Austurvöll og það er svo mikið að ferðamannahópum sem að fara og svo gaman þegar gætarnir eru að benda túristunum á, hérna kemur þessi ráðherra labbandi og Lilja viltu vinka og þú veist allt þetta, þú veist. Og þeim finnst þetta svo merkilegt og skemmtilegt, ferðamönnum. Og það er eins þegar við fáum erlenda gesti í heimsókn til dæmis í þinghúsið eða í ráðuneyti og það er þessi lágmarks öryggisgæsla. Hvað maður getur verið stoltur að því að búa í svona öruggu og friðsælu samfélagi. Og þessu samfélagi stafa bara ógn af þessu fólki, af þessu óstakisfólki. Og við eigum að vera alveg svakalega hörð með að við viljum ekki að það breytist. Já, ég er sammála, sko. Mér fannst, til dæmis á 7. júní, þá fannst mér bara eitthvað hafa verið tekið að mér. Já. Og ég varð fyrst pirrar, ég meina, þetta var ákveðin svona, mér finnst þetta svona þjóðhátíðardagur Íslendinga ég ekki að vera útlítandi eins og lögreglu aðgerð. Og það fór mjög mikið í taugarnar. En svo einmitt komu þeir sem eru svona að halda úti mótmælunum sem að sko nota bene eru að hafa mjög slæm áhrif á málstað þeirra sem að segjast vera að berjast fyrir. Það er ekkert sem hefur skaðað málstað Palestínumanna eins og mótmælendur í vestrænulöndum á meðal vestræna borgara. Það er að segja, vestræna borgarar eru ólíklegri til að styðja málstað Palestínu út af þeim mótmælum sem eru búin að reiða sér stað. Og það er eins og þetta fólk gerir sér ekkert grein fyrir þessu. Ég er reyndar held að gera sér grein fyrir þessu, en ég held að þetta snúist fyrst og fremst að þeim þykja ekkert vænt þetta fólk, heldur snúist þetta fyrst og fremst það að koma sjálfur sér á framfæri til þess að geta tekið myndir af sér til þess að vera með einhver flautur og okkur fleira þvíumlíkt. Ég held að snúist ekkert það að vekja athygli á málstað Palestínu út af því að annars væru ekki að vekja athygli á þessum málstað á þennan máta.
En 7. júní, þá fannst mér eitthvað að tekja að mér og mér varst að fór svo í taugunum út af því að svo kom á daginn að þetta var vissulega eitthvað sem að þurfti. Það voru hana fólk sem ætluðu að fara að veita stað öðrum og kjörnum fulltrúum. Og ég er alveg sammála. Fyrir skoðanir þeirra. Já. Fyrir skoðanir þeirra. Það er graf. Já, þetta því að ef að fólk er svo umhuga það að við þurfum að breyta til ákveðin málaferli að það á að vera hægt að nota lýðræðislega umgjörð til þess að gera það. En það er eins og Brynjar Níelsson vinur minn segir, bara lýðræði er eitthvað sem bara þarf að íta til hliðar þegar það hentar ef að málstæðurinn ef það hlúir ekki að málstæðunum hverju sinni. Þetta er mjög vond þróun. Þetta er fólk sem er greinilega ekki mjög andum lýðræði og ekki mjög andum mannréttindi auðvitað. Því að þetta er auðvitað alveg svakalegur ágangur og yfirgangur og ofbeldi sem að sumir í þessum hópi hafa verið ástunda og ég ætla bara að taka undir með þér og segja ef það var ekki þessi málstæður þá væri það bara eitthvað annað. Það er auðvitað bara sem hefur sýnt sig. Já, sem hefur sýnt sig og það er auðvitað verið að finna farveg fyrir bara alveg ofboðslega mannfyrirlitningu og hatur og maður sér það bara svoleiðis gossa út úr augum og munnum einstaka aðila í þessum hópi að því að standa það sem ég segi, kannski ekki alveg handfyllir af fólki en þetta eru sárafáir. Þú er líka lent í þessu sjálf þar sem að kasta klaka í bílinn. Já, og ég meina og sem er bara í takti við og ég hef nú verið spurðaði hvort þetta hafi nú kannski ekkert verið það hræðileg upplifun að vera að keyra út úr vinnunni sinni nýbúna barnið mitt nýbúa stíga út úr bílnum og vera að keyra út úr vinnunni og það er einhver kasta í bílnni hjá þér svo veist ekki hvað er það nokkuð mikið mál? Og síðan er vaðið í áttina þér með þvílíkum útrópunum. Þá setjum við það auðvitað í samhengi við alls konar hótanir og svona ofbeldsfulla lýsingar sem maður hefur séð sig og fengið sendar auðvitað í langan tíma frá þessu sama fólki. Þannig að þetta er auðvitað hangir allt saman, auðvitað upplifun manns af þessu háterni sko. En ég segi bara aftur, ætlum við að sætta okkur við þetta? Mér finnst eins og fólk sé aðeins farið að vakna til lífsins að það vilja ekki sjá þessa þróun í þessu samfélagi og farið að hugsa það hvað það getur gert og lykillinn er ekki sá að láta undan eða lippast niður eða leyfa þessu fólki valta yfir einhvern veginn umgjöruna sem við höfum öll sammælst að skapa okkur meðal annars stjórnmálastarf. Við verðum öll að taka höndum saman og láta í okkur heyra og mér hefur þótt hafa fundið smá svona hugarfarsbreytingu og í talsmáta fólks í þá veru. Já, hvað heldur það þurfa að gera? Heldur þetta sé eitthvað svona sem hættir að breyta menningarlega? Er þetta eitthvað sem það þarf að gera lagalega? Er þetta eitthvað sem það þarf að gera stjórnsýslunni? Það er að segja með einhverja lögregluaðgerðum? Ég meina við erum með lagalega umgjörna. Það er nákvæmlega það sem hefur verið að gerast. Við erum með, við erum með svona ákveðna ferla þar sem við erum með lögreglunum sem metur áhættuna hjá stjórnmálmönnum. Það er ekki forsætisráðherra sjálfur sem metur öryggi sitt og óskar eftir lögreglast og það er bara lögreglan sem metur það og kemur þessu fyrirkomulagi á. Þannig að við erum með þessu umgjörð. Við erum með öll tækjutól til staðar en viljum við sjá þessu viðhaldið? Viljum við halda áfram í þessu fari? Viljum við þurfa að grípa til þess að ráðstafun sem við sannlega höfum í okkar lögum og reglum til þess að gera? Við getum auðvitað að fara að gera okkur meira og meira af og verja okkur fyrir þessum ágangi eða ætlum við bara að segja hingað ekki lengra? Ætlum við bara að senda þessu fólki skýr skilaboðum að þetta verði ekki lið? Ég nefnilega út af því að það hefur alltaf verið þetta hefur verið frekar áhugavert sérstaklega meðan að ferðamaðurinn var á meðan það voru engin stríð á meðan að svona senstliðin svona 2014 til 19 og áður en að COVID kom að fleira þvíumlíkt það sem voru þó sannarlega stríð mjög víða. Já, þetta voru stríð en eitthvað sem við vorum greinilega ekki að ágjör af og voru ekki mótmæla út af. Ekki frekar eiginlega flestu sem er að gerast í heiminum. Nei, það var svona réttrúnaðurinn var eitthvað svona sem við gátum svolítið svona hlegið af. Þú veist, það voru allir, þau voru alltaf boðið í einhver svona viðtöl á RÚV og voru alltaf boðið í einhver svona stór viðtöl til þess að tala sinn málstað án þess að hafa kynnt sér nokkuð hvorki málstæðin né söguna það hvers konar svona baráttur leiða til og ég fór að velta fyrir mér ég held að þetta sé ekki aðlátursefni sérstaklega þegar þau voru að grafa undan akademískum stofnunum þú veist við vorum með í skyldu áfanga í stjórnmálafræði til dæmis þá þurftur að mæta í kynjafræði þar sem við hafa kennt að allir karlmenn væri haldnir barnagirnd út af því að ef að þeir
aðhylltust kynfærarekstur og það var þetta því að þeir vildu barngera konuna og vildu hafa hana þannig að hún væri eins og 9 ára barn og þar leiðandi var þeim barnagind. Þetta þurfti þú bara einhvern veginn að taka próf í og þú veist, það var alltaf verið að grafa undan akademísku stofnunum með því að þær voru að krafjast þess að fara inn í alla stofnanir, alla kúrsa, starffræðin, jafnvel í Bandaríkjunum var orðin einhvern veginn að við erum með starffræði fyrir þeldökka og starffræði fyrir hvíta, þetta var algjörlega gali. Og það var alveg hægt að hlæja að þessu. Þú veist, RÚV var ekki verið að hlæja að þessu þá, þetta fólk fengið viðtöl, en svona, þú veist, allir heima hjá sér, þú veist, þegar maður hitti fólk í RÚV alltaf samar við sig. Já, en þú veist, þegar maður hitti fólk í drykk og þegar maður var að hitta fólk svona almennt, það var bara svona, þú veist, já, sástu þetta nýja sem að hérna réttrúnaðarriddararnir voru að gera, þetta fyndið og svo var náttúrulega Trump kosinn og þau bara tvíeltust við það, maður hélt svona að þetta myndi slá þess út af laginu. En ég var ekki með svona, mér fannst það ekki alveg fyndið út af því að ég bara gerði mig grein fyrir því að þetta væri að fara að hafa svo stórkostlega og víðtæk áhrif síðan mér. Núna þegar það gengur illa, að þá var þetta ennþá á sama stað. Allir þessi réttrúnaðariðnaður með einhver svona stórkostlega einkennilegar hugmyndir mannréttindi og mannréttindi séu að ég tali á ákveðin máta við þig og ég sé að bera virðingu fyrir þínu réttindum. Þú þarft ekki að minni virðingu að halda til þess að viðhalda þínu réttindum. Mannréttindi snúast neikvætt frá að þú sért ekki að þú verður ekki fyrir aðkasti gagnvart ríkinu. En málið það að núna erum við komin á þann stað að réttrúnaðurinn náttúrulega bara orðin hættulegur og svo fór maður að lesa Czesław Milosz og Viktor Klemperer og gerði sig grein fyrir þetta bara sagan endurtaka sig. Það allt eitthvað fólk sem með svona einhverja viðtaka sína það nákvæmlega hvernig þetta finnstilla hvern einasta hlut af samfélaginu og þá haga allir sér nákvæmlega þann máta sem að þau vilja. Það sjálfsögður þetta bara náttúrulega í átt að ofríki. En við einhvern veginn höfum ekki verið að pikka upp þráðin. En hvað heldur þú? Sko heldur þú að við séum komin að endalokum réttrúnaðarins? Því að ég menna, núna erum við komin í 9,25% stýrivexti. Fólk svona hætt að hlæja út af því að þetta orðið svo miklu verra. Fólk að sjá þessi að greiða fúlgur fjár í svona eitthvað algjör bullshit verkefni eins og jafnréttistofu og jafnlaunavottun og eitthvað fleira tvímlíkt. Hvað heldur þú að við séum komin að endalokum? Nei, við erum auðvitað með áfram með bara málsmetandi fólkinn í samfélaginu sem að tala mjög fyrir þessum réttrúnaði, ekki síst að því að það fær svo mikið pláss til þess meðlans í Ríkisútvarpinu.